Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík, þar sem að við ræðum alvöru málefni við alvöru fólk. Í dag ætlum við að ræða félag leigjenda við félagsbústöðum sem að heitir því skemmtilega nafni Blokkin og hingað til mín í dag eru komnar þær Laufey Ólafsdóttir og Pála Sjöfn Þórarinsdóttir. En á miðvikudaginn, eða sem sagt á morgun, þá fer fram aðalfundur þess félags og þær eru hingað komnar til mín til þess að segja mér aðeins frá starfsemi blokkarinnar og sjálf heiti ég Sanna Magdalena Mörtudóttir ef að ég hef gleymt að kynna mig hérna í byrjun. Og við ætlum aðeins að kynna starfsemi þessa félags og hvað félagi gengur út á. Og þetta skemmtilega nafn náði til mín. Ef ég byrja kannski á þér aðeins Pála, getur aðeins sagt mér, já, Blokkin, hvað standið þið fyrir og hvað er það sem að svona helsta markmið ykkar er innan þessa félags? Eða er það kannski ennþá allt í mótun? Þetta er náttúrulega bara í stöðugri mótun. Við héldum svona formlegan stofnfund fyrir aðeins meira en ári. Þar sem að við vorum að fá bara okkar eigin kennitölu og fram að því hafði unnið í sirka ár með samtöku leigjenda. En þá héldum við svona nafnakosningu og þetta nafn Blokkin kom upp og varð hátt á blaði. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt að það er svolítið lýsandi fyrir okkur. Við búum í blokk, mörgum blokkum, flest öll. Og mér finnst það líka bara svolítið sterkt af því að við erum blokk af fólki. Og það er svona tilgangurum í félaginu bara að við stöndum svolítið saman við fólk sem að leigja hjá félagsbústöðum til þess að svona fara fram á betri þjónustu við okkur og líka bara til að vera sýnilegri. Þetta er svolítið ósýnilegur hópur, kannski hópur sem er svolítið svona ýtt til hliðar í samfélaginu. Eitthvað svona litið á okkur kannski af sumum með einhverjum hornaugum og það er náttúrulega bara ekkert sanngjarnt. Við náttúrulega bara viljum vera sýnileg og fá þá þjónustu sem að við eigum skilið. Og já, það er svona megin hlutverk félagsins, bara að vera sýnileg og að hafa þessa rödd, þannig að ef það er eitthvað, og oft er það þannig að það má ýmislegt betur fara, að þá viljum við vera sú rödd þessa hóps til þess að berjast fyrir réttindum okkar. Nú er svona ýmislegt sem maður hefur heyrt í gegnum tíðina og við höfum rætt málefni félagsbústaða hér í Hinni Reykjavík og það sem að þarf að laga þar. Og það hefur verið ýmislegt varðandi svona þjónustu, samskipti, að það sé erfitt að ná í gegn og ýmislegt varðandi viðhald og ég var til dæmis að skoða á heimasíðunni að það stendur að sé gjarnan málað á 7 til 8 ára fresti og maður skellti þetta aldrei upp úr af því að þetta er nú ekki það sem að margir leigjendur hjá félagsbústöðum kannast við og hafa sagt manni frá því að þetta sé nú ekki alveg veruleikinn. Hvernig er þetta eitthvað sem þú kannast við að sé gert reglulega hjá þeim fjölmörgu leigjendum sem að þú hefur talað við, eða hjá þér sjálfur kannski? Nei, ekki hjá mér persónulega. Ég er nú bara búin að búa það eru 3 ár núna í ágúst sem ég er búin að vera í félagsbústað. En ég hef sjálf byrjað að reka með aðeins á það að viðhaldsmálin mættu vera mikið betri. Það er ekki mikið sem ég kvartaði yfir en ég er búin að heyra skelfingarsögur frá öðrum og það er náttúrulega bara okkur sem búum í íbúðunum með þetta til það á að vera þannig að það sé bara vel hugsað íbúðunar, það með ekki vera heilsuspillandi og það á náttúrulega líka bara vera í hagur fyrirtækisins að sjá vel eignirnar sínar þannig að það endist betur. En það virðist einhvern veginn ekki vera kannski alveg forgangsatriði að grípa fljótt inn í og vel og vinna málin fljótt og örugglega. Heldur er þetta oft svona einhvern seinagangi og oft eitthvað svona lofvörð, jú, við lítum á þetta og við erum alveg að fara, þetta í framkvæmdir og svo virðist svona hægt eitthvað gerast í því, Þannig að það virðist skipta máli að geta staðið saman og þá sé þetta knýja fram á breytingar eða er heill hópur af fólki sem að komi fram með þessar kröfur og Laufey, mig langar þá að spyrja þig. Hvað svona sjáum við kannski fram á að aðalfundurinn á morgun
geti fært fram á. Mér fannst svo áhugavert sem að Pála sagði áðan að nafnið í rauninni blokkin, þetta væri svona heil blokk af fólki. Þannig að mér langaði aðeins að spyrja þig svona út í fundin á morgun, svona hvert markmiðið með honum í rauninni er. Já, þetta er náttúrulega bara í fyrsta lagi náttúrulega þetta formlegheit, það er aðalfundur, það þarf að gera það náttúrulega einu svona ári alltaf í öllum félögum. Þannig að það er svona vissir hlutir sem að þurfa að fara þar fram og svona kosningsstjórnar og alls konar svoleiðis. Við erum nú ekki með ársreikninga því að við bara höfum ekkert verið með neina peninga í höndunum. En en það er svona ýmislegt svona formlegt sem við þurfum að ganga frá. En svo líka bara að fá einmitt bæði að því að við erum náttúrulega ennþá að safna félögum og þó að náttúrulega það eru, sjálfkrafa erum við náttúrulega bara fyrir alla sem að leigja hjá félagsbústöðum en við náttúrulega þurfum samt að hafa, að fólk sé virt og fá það til að skrá sig. Við erum komið með skráningarsíðu. Við nefnilega eins og Pála var að segja þá vorum við fyrst með félagi leigjenda eða samtökum leigjenda og sem við vorum að nota skráningarsíðuna þeirra en það var ekki alveg nógu gott að því að það er bara betra að við getum haldið utanum félagalistan sjálfar þannig að við ákváðum að bara opna okkar eigin skráningarsíðu þannig að við getum haldið utanum þetta, fengið netföngin og verið í samskiptum við fólk beint í staðan fyrir að þurfa að fara í gegnum samtök leigjenda. Þannig að þannig að það er sem sagt komin ný skráningarsíða sem við ætlum að kynna og líka bara fá fólk til að koma, heyra í fólki af því að við náttúrulega, eins og náttúrulega nafnið gefur til kynna, við erum blokk af fólki, við stöndum saman og til þess náttúrulega þurfum við að heyra í þeim sem eru að leigja hjá félagsbústöðum og þurfum einmitt að fá þeirra raddir og það er náttúrulega bara það sem að þetta svolítið gengur út á, það er að fá fólk til að koma, deila með okkur sínum upplifunum, segja okkur hvaða málefnu við eigum að vera einblín á og svoleiðis. Þannig að það er svona helsti tilgangurinn, þannig að við viljum bara fá að sjá fólk, fá að koma og skrá sig og vera með. Sjá og kynnast og ná fram samtali, en myndirðu segja að hagsmunir leigjenda svona almennt séu ólíkir hagsmunum leigjenda hjá félagsbústöðum? Er eitthvað sem aðskilur þessa hagsmuni eða eru þeir mjög líkir eða hvernig sjáu þið þetta ef ég byrja kannski á þér, Laufey? Það er náttúrulega eitthvað sameiginlegt sem að allir leigjendur, allt bara fólk á leigumarkaði á sameiginlegt. En náttúrulega félagsbústaðir eru náttúrulega svolítið svona þetta er náttúrulega stærsta leigufélag á landinu og þannig að það er alveg rúmlega 2000 eignir sem eru í útleigu þannig að þetta er gríðarlega stórt, þetta er mikið af fólki og þannig að það eru náttúrulega mjög miklir svona sameiginlegir hagsmunir og margt sameiginlegt sem að við erum að upplifa sem að þarf að komast áleiðis af því að ég er reynda búin að vera að leigja lengur en Pála hjá félagsbústöðum. Ég held að ég sé búin að vera í 15-16 ár leigjandi á félagsbústöðum og það eru fleiri sem eru búinir að vera mun lengur. Þannig að ég er búin að sjá breytingar allavega af því að þetta var rosalega staðnað system. Það búið að vera tiltölulega sama fólkið í langan tíma og einhvern veginn ég held að félagið var búið að vera svolítið svona í svona ákveðinni búblu af því eins og Pála var að segja áðan að leigjendur hjá félagsbústöðum var mjög svona sniðgenginn hópur, það var ekkert alveg mikið hlustað, það voru allir svolítið að kvart í sínu horni og við höfðum engan vettvang til þess að vera með svona sameiginlega hagsmunabaráttu eða svona sameiginlega þrýsting, það var alltaf svolítið, maður var bara að pirrast sjálfur heima hjá sér, í símanum að reyna að ná í viðhaldið og allt þetta og svo kom enginn og þetta er bara eitthvað sem við höfum öll verið að upplifa sitt í hverju horninu. Þannig að og þetta er svona, ég hef alveg heyrt núna síðan við stofnuðum félagið eða fórum að vinna þessa vinnu
þá svona, við erum alveg að sjá breytingar. Ég veit alveg að þetta gerist hægt, en þetta hefur áhrif og þetta er náttúrulega bara byrjunin. Það þarf að vera eitthvað hagsmunabatteri sem heldur utanum að þetta er svo stór hópur. Þannig að sjálfsögðu, jú, leigjendur, við eigum sameiginlegt með leigjendum allstaðar, en líka þetta að því við erum að eigast við sama félagi. Þetta er hvort Pála vilji bæta einhverju við, en já. Nei, ég er rauninni alveg sammála þessu. Þetta er náttúrulega, ég er búin að vera lengi á leigumarkaði með svona misgóða reynslu af því og auðvitað er þetta, þetta er náttúrulega miklu meira öryggi en það er náttúrulega má alltaf allt betur fara, sko. Og ég held að, svona félag getur bara hjálpað öllum, sko, og ekki síst félagsbústöðum að bara sýna betri þjónustu og skilja kannski sinn svona kúnnahóp betur ef við erum svona talandi sömu rödd eða svoleiðis. En þetta er náttúrulega bara alltaf, þegar þú ert leigjandi þá þarftu náttúrulega bara að vera viss að húsnæðið þitt sé í lagi og leigan haldist viðráðanleg og allt þetta, þannig að það er alveg sameiginlegt. En þetta er samt öðruvísi, eins en samt öðruvísi. Hafið kynnst mörgum eftir að þið komið inn í félag, leigjenda félagsbústöðum, af því að eins og þið segið að þá er þetta kannski eins og ég skynja þetta, það er ákveðið svona öryggi að komast inn í svona félagsbústaði og þá er maður allan að komin út af þessum almenna leigumarkaði og þá er maður allan að svona komin stoppin frá því en þá kannski tekur við eitthvað svona annað kerfi sem að er með sínum áskorunum og hindrunum og þar er líka ýmislegt sem að þarf að bæta á laga og gera öðruvísi og betur hafið þið kynnst mörgum sem sagt eftir að þetta félag hefur verið stofnað, félag leigjenda hjá félagsbústöðum, hafið náð að svona, skapa tengsl og koma einhverjum kröfum áleiðis eða vinna að einhverjum kröfum. Já, alveg vissulega. Maður er búin að kynnast alveg fullt af fólki í gegnum þetta starf, sko. Og á stofnfundinum, hvort það var bara í apríl í fyrra, ég man það ekki alveg, eitthvað svoleiðis, að þá kom bara töluvert mikið af fólki og það voru svona gaman að heyra í öllum og fullt af fólki að biðja mann hitt og þetta og maður einhvern veginn læra ekki alveg að, sko, halda þessu öll á lofti meðfram fullri vinnu og öllu sem maður er að gera en það er alveg greinileg þörf á fleiri höndum í verkið og mér finnst alveg óbúslega gefandi að finna að maður er virkilega að gera eitthvað sem að er að breyta einhverju og er bara að hjálpa fólki einmitt að finna sér stað bara til þess að viðra áhyggjur sínar eða gremju eða eitthvað og finna fólk sem er, á sama í sömu baráttu og ég held að, sko, þegar fólk finnur það það er valdeflandi, sko. Þannig ég held sem mjög mikilvægt að sem flestir mæta á fundin á morgun. Það væri mjög fínt. Við þurfum fleiri hendur á dekk. Við erum búin að vera í stjórninni, hvað er við, 6, held ég. Og náttúrulega í COVID er þetta svona pínu búið að fjara út. Við erum þetta búin að vera alveg svona sérstaklega síðustu vikurnar í COVID. Við erum búin að vera duglegir að hittast á Zoom. Þannig að en maður þurfti bara að finna svolítið nýjan takt og svona kannski misti aðeins dampinn eins og örugglega bara flestir í öllu sem þeir voru að gera. En það var bara að spýta aftur í lóna. En svo ég snúi mér einmitt að aðeins hinni hliðinni varðandi félagsbústaði að þá skilja þannig að þetta er rekið af Reykjavíkurborg þar sem að ég starfa sem borgarfulltrúi og Reykjavíkurborg fær tekjur sínar mestmegnis frá skatttekjum og það fer inn í stóran sjóð sem að heitir A-hluti Reykjavíkurborgar og svo er til annar sjóður sem að heitir B-hluti Reykjavíkurborgar. Og þar hellingur af fjármagni en það eru þá fyrirtæki sem að borgin eiga að meiri hluta oftast
og það eru svona fyrirtæki sem að eru svona fjárhagslega sjálfbær. Þannig að allt sem í A-hluta, þá borgin í rauninni að dekka fjárhagslega og allt sem í B-hluta, þá borgin í rauninni ekki að dekka fjárhagslega en ásamt og ber ábyrgð á, svona nokkurn veginn. Og ég vona að ég sé ekki að fara að flækja núna hlustendur, en þetta svona borgin á þetta en ekki að greiða fyrir þetta í rauninni. Þannig að borgin á félagsbústaði, en félagsbústaðir þurfa samt að standa undir sér sjálf fjárhagslega með þá leigutekjum þeirra sem að leigja hjá félagsbústaðum. Og við vitum að þetta bara oft alveg fátækasta fólkið eiginlega í borginni og þeir sem að búa við erfiðar félagslegar aðstæður mjög oft eða hafa komið úr miklum erfiðleikum og það kemur kannski eitthvað til, svona af og til frá borginni inn í þennan rekstur. En það þetta sem ég hef mjög oft velt fyrir mér sem borgarfulltrúi, hvort að þetta sé endilega besta leiðin til þess að vera að halda utanum félagslegt leiguhúsnæði. Og svo kemur inn í alls konar svona eins og bókhald og það verið að gera alls konar svona upp og svo oft talað svona hagnað og ég viðurkenni að bara fyrir nokkrum árum að þá var ég ekkert einhver séni að lesa út svona úr einhverjum tölum og ársreikningum og þegar ég sá kannski einhverja fyrirsagnir bara í blöðum að það væri að tala að félagsbústaðir var að hagnast og þá fannst mér það alltaf svo skrítið því ég hugsaði bara bíddu nú við. Einhver hagnaður þarna og ég hefði ekki verið að koma út á núlli. En þá í rauninni verið að tala að virði eignanna sem félagsbústaðir eiga, að það sé í rauninni metið á einhverjar milljónir en ekki að félagsbústaðir eigi svona marga milljónir inn á bankabók. Þannig ég velti oft fyrir mér hvort það sé ekki tímabært fyrir sveitarfélög að oft bara dálítið svona útskýra hlutina á mannamáli, bara fyrir almenninga því að þetta ekkert eitthvað sem að allir skilja og það bara skiljanlegt að maður sé ekkert lesandi í eitthvað svona bókhald á hverjum einasta degi og alls konar svona A-hluti og B-hluti og þetta ekkert fyrir alla að skilja. Þannig að ég velti oft fyrir mér af hverju Reykjavíkurborg ekki að sjá bara að byggja bara meira húsnæði fyrir fólk. Þetta eitthvað sem að þið hafið velt fyrir ykkur og ég vona að ég hafi ekki verið of formlega og fræðilega í þessum útskýringum mínum. Laufey, þú myndir skoðanir á þessu? Já, þetta náttúrulega mjög gallað fyrirkomulag að í raun og veru félagsbústöðum sé gert að vera sjálfbær rekstur af því að svo kemur til dæmis upp eins og aukin viðgerðarþörf eða eitthvað svoleiðis og það að leigutekjurnar eigi bara að bera allan reksturinn á félaginu. Það gengur bara ekkert alltaf upp og þetta eru náttúrulega eignir Reykjavíkurborgar þannig að það þeirra hagur að til dæmis sinna viðhaldi og bara já, eins og bara nokkuð ljóst með öllum þeim sögum sem maður að heyra frá leigjendum að þá búið að vanrækja mjög mikið að viðhaldi mjög lengi. Og og eins og ég segi, þetta bara eitthvað sem ég hef frá af því að hlusta á leigjendur að það hefur bara verið í, nokkra áratugi. Þá hafa leigjendur verið að kvarta undan því að það sé erfitt að fá viðhald þegar það gert, þá það ekki gert vel, þannig að það farið aftur, það koma lekar sem að síðan enda í myglumálum og það eru alls konar svona hlutir sem að þarf svolítið að bara taka í gegn. Og örugglega þarf að gera einhverja góða úttekt á viðhaldsstörf og fleira og auðvitað þarf Reykjavíkurborg svolítið að hugsa bara já, ok, ef það þarf að fara í einhver svona kostnað, þá þarf að leggja til pening. Það ekki hægt að bara, það ekki hægt að vera að hækka leigu á fólk sem hefur ekki efni á borgana. Og þannig að bara eins og við vitum, það ekki hægt að, ég segi alltaf, það ekki hægt að kreista blóð úr steini. Það ekki hægt
að krefja fólk hærri greiðslur en það getur staðið undir og líka bara þess að ég tali aðeins leiguna. Þannig þó þetta sé undir markaðsleigu þá þetta samt alveg há leiga. Við erum að tala stóran hópa fólki sem á fjárhagsaðstoð, á örorku, fólk með ótraustar tekjur og láglaunafólk. Þetta kúnnahópur félagsbústaða, þannig að þetta fólk sem getur bara ekkert staðið í einhverjum miklum leiguhækkunum eða neitt svoleiðis. Og það annað, það náttúrulega húsalegu bótakerfið eða húsnæðisbótakerfið eins og við kalla núna, sem á að grípa fólk, koma til móts við þá sem eru í vandræðum. Það líka meingallað. Og til dæmis leigan tengd vísitölu, þannig að hún breytist oft, að það mikil sveifla í vísitölunni, þá náttúrulega hækkar leigan mjög oft. Og fólk einmitt áttar sig oft ekki á því, það heldur að leigan sé alltaf að hækka, þetta bara sveiflur í vísitölu. Og en húsaleigubæturnar til dæmis eru ekki vísitölutengdar. Þannig að leigjendur taka á sig þennan kostnað til dæmis. Þannig að allt eitthvað svona aukalegt eins og einmitt þegar það þarf að standa í auknu viðhaldi og fleira, þá náttúrulega bara mjög skakkt system, ef að leigjendur eiga þurfa að mæta þeim kostnaði, það bara, eins og ég segi, það ekki hægt. Þetta ekki eins og þetta snúist að fólk tíma ekki að borga það bara það getur það ekki. Þannig að það svona eiginlega það sem að Reykjavíkurborg ætti svolítið meira að taka þátt í, og það einmitt að skoða svolítið, hvort að það sé þörf fyrir meira fjármagn og þá að hafa einhvern svona öryggisventili á því, Kerfið hljómar ekki félagslega sjálfbært. Nei, eiginlega, og getur ekki verið það, Ég held að það sé svolítið málið, Og eins og ég skynni einhvern veginn viðhorfið oft hjá Reykjavíkurborg að þá það einhvern veginn bara svona já, en þessi leigjendur eru nú hólpnir og komnir í skjól, þannig það nú bara gott. Það svona viðhorfið sem að ég skynja mjög oft. Já. En Pála, veist þú hvernig þetta gert erlendis, varðandi félagslegt leigukerfi og svona íbúðakerfi erlendis eitthvað sem við getum litið til og lært af, sem við gætum tekið upp og gert hér? Hafið eitthvað kynnt ykkur það? Eitthvað sem við gætum gert betur? Nei, ég veit allavega eins og út í Danmörku og Svíþjóð eru mjög sterk, það eru mjög sterk svona leigusamtök og sem að við bara þurfum að kynna okkur betur og athuga hvort að við getum einmitt ekki bara farið í eitthvað svona samstarf með, af því að það eru kannski óþarfa að við séum að finna upp hjólið þegar það er verið að gera þetta vel einhvers annars staðar. En með það sem við vorum að ræða áðan, mér finnst til dæmis að þegar það eru miklar framkvæmdir, sérstaklega í heilum eignum sem að félagsbústaðir eiga, það eru heilar blokkir, allar íbúðir félagslegar, Reykjavíkurborg á, eða félagsbústaðir eiga, það eru blokkir og það eru framkvæmdir og það var nú bara mikið í umræðinu fyrir ekkert svo lengu, mikil framúrkeyrsla í framkvæmdum með svoleiðis eign. Í svona eignum hússjóður, sem að mér finnst alltaf svolítið einkennilegt, af því að ef að þetta allt í sömu eign, eða sama eign, sama aðila, af hverju þá hússjóður? Af hverju ekki bara leiga? Af hverju þarf að bæta ofan á kannski 8-10.000 krónum í hússjóð? Það finnst mér einkennilegt og ég hef einhvern veginn ekki fengið að skýringar á því. En það var samt, já. En við þurfum vissilega að athuga hvernig þetta í löndunum í kringum okkur, af því að það er náttúrulega bara þekkt að sérstaklega eins og í hinum Skandinavíulöndunum að það mjög sterk félagsleg kerfi sem að við bara þurfum að líta betur til. Já, mér finnst það áhugavert sem að nefni með hússjóðin, af því að þá hússjóðin væntanlega að fara inn á reikning félagsbústaða ef að það eigandinn.
Og þá langaði mig líka að spyrja, sko, vitið þið hvernig með húsfélög og hvernig það ef þetta þá kannski svona blandað eða þú veist, með seturétt inn á húsfundi eða hvort maður megi sitja húsfundi ef maður vill en þarf ekki endilega að mæta ef maður leigjandi eða hvort að mæti þá kannski fulltrúi eiganda sem væri þá frá félagsbústöðum inn á húsfundi ef það ein íbúð, vitið þið hvernig þetta virkar? Ég held þetta sé rosalega misjafnt bara eftir húsfélögum. Eins og ég fer aldrei á húsfélagsfundi, fæ ekki boð. En annars staðar, kannski eins og fólk líka búið að vera lengur, það kannski breytir einhverju. En aftur á móti í þessum heilu eignum að það virðist vanta algjörlega einhvers konar húsfélög eða eitthvað sem tengiliður við félagsbústaður, stigagangi eða eitthvað svona system, þannig að það sé, þú veist, auðvelt fyrir stigagangi eða blokk eða hvernig sem það að eiga samskipti við kerfið. Það virðist alltaf verið þessi stífla og það verið að vinna í því að koma þessu, þú veist, það náttúrulega hafa verið mikla mannabreytingar á félagsbústöðum og eru kannski svolítið öðruvísi áherslur núna heldur en voru en breytingar taka alltaf tíma. En auðvitað væri það langt sniðugast að það væri til dæmis húsvörður í heilum eignum sem myndi bara sjá til þess að viðhaldi sé sinnt og sá aðili væri bara tengiliður við félagsbústaði. Þannig var þetta í einhverjum örugglega flestum heilum eignum fyrir einhverju síðan en var lagt af út af kostnaði. En ég held að sé alla vegana í þessum stöku eignum eins og ég sit í og Laufey líka. Þannig að það sem bara ein íbúð í stigaganginum. En manni finnst manni kannski svona, og þú veist, ég þekki það svo sem alveg sem leigjandi bara á almennum markaði líka, maður alltaf svona ekki alveg með. Þú veist, ekki svona pínu út úr og veit ekki alveg, þú veist, eða það fara einhverja framkvæmdir í gangi eða einhverja breytingar og þarf alltaf að hringja í leigusalann eða hann kannski ekki, þú veist, þetta getur verið svo allavega, mér finnst bara að þú býrð ef þú býrð heima hjá þér í leiguhúsnæðinu þínu, að þá átt þú að eiga bara sömu réttindi og þetta hafa bara sömu rödd eins og hver annar sem að býr þar, hvort sem hann á eign eða ekki, af því að þetta heimilið þitt. Ég held einmitt að þetta eins og Pála var að segja, þetta rosalega misjafnt. Ég hef verið heppin, þetta önnur, íbúð númer 2 sem ég í hjá félagsbústöðum, ég hef verið heppin í bæði skiptin bara með nágranna. En þetta eiginlega alltaf bara svolítið stemningin í húsinu. Þú veist, ég til dæmis alltaf látin vita ef það húsfundur og ég hvött til að koma. En ég hef heyrt bara rosalega sögur þar sem eru bara fordómar gegn fólki sem, þú veist, gagnvart þessari einu félagslegu eign oft í stigagöngum og fólk bara útilokað. Það einmitt ekki látið vita húsfundum þegar þau jafnvel bannað að koma sem náttúrulega bara fáránlegt. Af því að sem leigjandi þá áttu alltaf rétt á að sitja á húsfundi þó að það ekki atkvæðarétt. En af því að ég meina á húsfundum hefur verið að tala ýmislegt sem að náttúrulega bara heppilegt fyrir alla íbúa hússins að allir sem búa í stigaganginum mæti. Af því það hefur verið að tala umgengni og alls konar svona system á þrifum og hitt og þetta sko. Þannig að ég skil ekki alveg þannig móral að vera að útiloka fólk frá húsfundum. Það mér bara algjörlega fyrirmunað að skilja sko. Nema að sé einhver sérstök vandamál í gangi en ég veit ekki svo sem ekki hvaða vandamál það að vera en þú veist, þetta bara, það eru mjög oft bara fordómar einfaldlega. Þannig að því að svona á sama tíma heyrum maður sko, þú veist, að það sé verið að kvarta yfir íbúum í þessum íbúðum, leigjendur félagsbústaða, að þessi ekki að taka þátt og gangi illa og alls konar eitthvað svona, en þegar þeir ekki svona boðið að vera með, þú veist, í skipulaginu, hvernig á manneskjan þá einhvern veginn að aðlagast inn í umhverfið. Þú veist, þegar þeir stendur ekki bara til boða að vera bara með eins og allir hinni, þú veist, alltaf að vera svona pínu til hliðar og mátt helst ekki láta þér heyra ef þú farð að sitja fundin. Þetta svona svolítið sérstakt. Já. Og svona, já.
svona undarleg stéttaskipting sem ég skipar ekki. En þetta alveg algengt, sko. En núna heyri ég að það sé gegnum gangandi með að viðhaldi sé ekki seint. Hvaða skýringar hafið á þessu? Af hverju haldið að þetta bara fá að viðgangast? Hafið einhverjar útskýringar á því? Af hverju þetta sé bara látið viðhafast svona lengi? Eina sem dettur í hug að þetta hljóta að vera eitthvað peningatengt, bara of dýrt eða það bara ekki pláss fyrir þetta á ársreikningnum eða eitthvað svona bla. En ég hreinlega skil það ekki að því að eins og við erum að tala áðan, til lengri tíma litið, sérstaklega eða raki eða og það er nánast sama hvaða viðhaldi þú þarft að sinna. Ef þú trassa það, þá versnar það og verður dýrara. Það er bara gefur auga leið og mér finnst líka að það ætti að efla fólk aðeins svona til sjálfshjálpar. Ef þú getur gert eitthvað sjálfur að þá á það alveg að vera í lagi líka að þú bara fáir efni og getur gert þá kannski á móti lækkunar á leigu eða eitthvað slíkt. Þetta verður meiri, þá líður manni eins og maður eigi meira heimili sitt. En maður má svona setja aðeins sitt í það, skilur við. Fá að mála, til dæmis? Já, fá að mála. Eða, ég er ekki að tala um að rífa niður veggi, en það skiptir svo miklu máli að líða eins og þetta sé þitt, þó þú hafir ekki keypt þetta fyrir alla milljónirnar þínar. Já. En að það sé heimilið þitt. Því að, fólk sem er í félagsbústað á ekki möguleika á að eiga heimili öðruvísi, þess vegna erum við í þessum íbúðum. Og það er bara ótrúlega mikilvægt að líða eins og maður búi einhvers staðar. Og það er, þetta með viðhaldi, þetta er svolítið, þó að maður náttúrulega viti það ekki alveg fyrir víst, þá veit maður samt eftir að hafa verið búin að leigja svona lengi, að það hefur mjög oft verið erfitt að fá viðgerðir og maður einmitt hefur oft þurft að bíða lengi, fólk hefur sagst ætla að koma og ekki komið eða komið þegar án þess að hringi í þig fyrst. Það eru alls konar uppákomin sem maður hefur lent í með viðhaldi í gegnum öll þessi ár. Ég hef reyndar, mér finnst núna eins og viðmótið er orðið betra, það er orðið miklu meira svona betra þjónustu viðmót, bara, núna undanfarið. En ég held bara að sé svolítið mikið sem að þarf að vinda ofan af. Það er búið að vera náttúrulega að trassa þetta svo lengi og ég held líka að það sem að hefur verið að það, ef maður skoðar til dæmis bara, nú er eignasafnið að stækka á hverju ári, náttúrulega auðvitað af því að það er bara þörf fyrir fleiri íbúðir og það er verið að kaupa fleiri íbúðir sem er mjög gott. En það er eins og starfsmönnum hefur ekki fjölgað hjá félagsbústöðum í samræmi við stækkandi leigjendahóp sem er náttúrulega bara, örugglega partur af vandamálinu, að þau bara hafa ekki annað eftirspurn. En það er náttúrulega vandamál sem að svolítið Reykjavíkurborg þarf að líta á, af því að það þarf náttúrulega að vera nóg af fólki til að þjónusta kunnahópinn. Og ég meina, ef þú ert með rúmlega 2000 eignir og það eru bara 20, ég held að segja, rúmlega 20 sem vinna hjá félagsbústöðum. Þetta er, ég held alveg að þarna liggi eitthvað vandamál að ég sé alveg 100% viss. En ég held að þetta sé örugglega hluti af vandanum, Já, það er mjög góður punktur. Já. Þetta getur ekki haldið svona áfram að fólk sé alltaf að hringja inn og fá ekki erindum sínum sinnt. En svona svo að við hugsum stórt í lokin og leyfum okkur að sjá það sem við viljum sjá. Þá vil ég spyrja ykkur hér í lokin, svona loka spurningu, ef að þið gætu breytt einhverju. Hvað yrði það þá? Því við ætlum að enda þetta svona á jákvæðinni spurningu og mamma sagði mér alltaf að sjá það sem ég vildi
sjá og segja það upphátt og þá geta það ræst. Pála, erst þú með eitthvað sem þú myndir vilja segja hérna í lokin? Já, ég sko sem manneskja sem að flakkaði á leigumarkaði allt og lengi að þá myndi ég bara, það væri algjör draumur að sjá biðlistan bara hverfa. Það er bara þeir sem þurfi húsnæði, fái húsnæði. Það er eiginlega bara, já. Þá enginn að þurfa að bíða. Nei, það er rosa óhollt að bíða. Já. Og Það er dýrt. líka, já, ég ætla alveg að taka undir það sem Pála er að segja og líka bara að þú veist, það þarf svolítið að hugsa líka, þú veist, ok, þetta er einhver biðlisti, þetta er bara eitthvað ósýnilegt fólk, en sko það að þurfa að flækjast svona mikið með börn sérstaklega, börn sem þurfa að skipta skóla á hverju ári af því að þú ert að flækjast úr einu leiguhúsnæði í annað og milli hverfa og hefur kannski ekkert rosalega mikið val hvar þú ert og svo framvegis sko. Það þarf náttúrulega að hugsa þetta, þarna eru afleiðingar á börn sem verða síðan fullorðnir einstaklingar sem að þú veist upplifa rótleysi og annað í æsku, þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt mál að það sé ekki biðlistar og þetta að það sé alltaf biðlistar í allt og annars sé það ekki fullnýtt, það er náttúrulega bara kjaftaði, mér skárra að það sé eitthvað umfram heldur en að fólk þurfi að bíða og þjást á meðan það er að fá sér framtíðarheimili. Þannig að þegar kemur að svo ótrúlega mikilvægu atriði eins og einmitt að eiga heimili, að þá á það ekki einu svona að vera spurning. Og þú veist, við erum í einu ríkasta landi í heimi og erum örfá og ótrúlegir forréttinda pésur og það er bara fáránlegt að það eigi ekki til heimili. Mér finnst bara undirlegt að þetta sé ekki bara headline á hverju einasta blaði alla daga. Þannig að, já. Við viljum enga biðlista og húsnæði fyrir alla. Er það nokkuð of mikið til að biðja? Það er ekki of mikið. Það er mjög góður lokapunktur. Það eiga allir, við eigum öll rétt á húsnæði og góður punktur sem komst með að leyfi varðandi það að geta tengst heimilum, að finna að maður eigi heimili og sé ekki einmitt eins og þau nefnduð alltaf á einhverju flakki. Þetta hefur einmitt mikil mótandi áhrif að vera alltaf á flakki og finnast eins og maður eigi kannski ekki heimili og þori ekki að setjast niður neins staðar svona tengjast heimilinu. Þannig að á þessum loka orðum þá vil ég hvetja ykkur öll sem að leigið hjá félagsbústöðum að mæta á fund í Gerðubergi klukkan 18:30 í Breiðholti á miðvikudeginum á morgun og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þakka ykkur Laufey Ólafsdóttir og Pála Sjöfn Þórarinsdóttir. Þetta var Hinn Reykjavík. Takk fyrir.